En við ætlum að byrja á öðru. Smábátaútgerð sem að hluta til í eigu fjölskyldu fyrrverandi forsætisráðherra fékk afskrifaða 2,6 milljarða króna á síðasta ári hjá Landsbankanum. Félagið var í fréttum fyrir ári síðan vegna gríðarhárra skulda. Móðurfélag útgerðarinnar greiddi hluthöfum 600 milljónir í arð ári áður en skuldir dótturfélagsins voru afskrifaðar. Helgi Seljan og Sigurður Jakobsson skoðuðu þetta mál. Það hefur verið mikið í umræðinni frá því eftir bankahrun, ekki síst í ljósi umræðu fyrningu aflaheimilda. Ljóst að mörg sjávarútvegsfyrirtæki eru mikið skuldsett, hvort sem vegna kvótakaupa og eða fjárfestinga í alls óskyldum rekstri. Í fyrra vakti Fréttablaðið athygli á gríðarháum skuldum tiltölulega lítils sjávarútvegsfyrirtækis á Höfn í Hornafirði, að nafni Nóna EHF. Fyrirtækið skuldaði samkvæmt fréttum þess tíma rúma 5 milljarða króna. Þar af námu skammtímaskuldir félagsins í byrjun síðasta árs 4,2 milljörðum króna, en þær áttu að koma til greiðslu það sama ár. Tap félagsins á árinu 2008 var 2,5 milljarðar. Þessar háu upphæðir þurfa að skoðast í því ljósi að félagið byggir rekstur sinn eingöngu á rekstri 2 smábáta, en þó ber að hafa í huga að svokölluð kvótaeign félagsins var árið 2008 metin í bókum þess rúmir 2 milljarðar króna. Þegar Fréttablaðið fjallaði málefni félagsins í fyrra, þá vildu forsvarsmenn þess ekki gefa neinar upplýsingar fjárhag félagsins. Stjórnendur Nónu eru þeir sömu og stýra einu stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins, Skinney Þinganesi á Höfn. Eigendur þess eru meðal annara afkomendur Ásgríms Halldórssonar fyrir kaupfélagsstjóra á Hornafirði. Ásgrímur var faðir Halldórs Ásgrímssonar fyrrverandi forsætisráðherra. Skinney Þinganes var eitt þeirra fyrirtækja sem átti í gegnum eignaraðild í öðrum félögum aðkomu að kaupum hinum svokallaða S-hóps á Búnaðarbanka Íslands þegar hann var einkavæddur. Í kringum þá sölu spunnust umræður hæfi þáverandi ráðherra Halldórs Ásgrímssonar til að koma að sölunni fyrir hönd ríkisins. Þá átti Halldór rúmlega 1% í fyrirtækinu en Kastljós hefur ekki upplýsingar hvort það hafi breyst. Skinney Þinganes handhafi 98% hlutafjár í Nónu EHF. Félagið þar sagt hafa fengið eftirgjöf skulda upp á rúma 2,6 milljarða króna. Kastljós leitaði upplýsinga þessar afskriftir skulda hjá Skinney Þinganes. Aðalsteinn Ingólfsson, framkvæmdastjóri Skinneyjar, vildi engar upplýsingar gefa skuldastöðu fyrirtækisins, sagði þær eingöngu vera samningsatriði milli bankans og fyrirtækisins. Hann vildi ekki greina frá því hvaða banka væri að ræða. En í veðbókavottorðum þeirra 2 skipa sem Nóna EHF gerir út kemur fram að veðhafar séu Landsbankinn og Arion banki. Kastljós leitaði upplýsinga hjá bönkunum 2 og óskaði skýringa á því hvers vegna svo háar skuldir hefðu verið felldar niður á fyrirtækið. Upplýsingafulltrúi Arion banka kannaðist ekki við að bankinn hefði afskrifað skuldir á Nónu EHF. Landsbankinn vildi ekki gefa upplýsingar þessar afskriftir félagsins. Kastljós fékk þó staðfest eftir öðrum leiðum að það hafi verið Landsbankinn sem afskrifaði skuldir Nónu við bankan. Eftir því sem næst verður komist, nýttu forsvarsmenn Nónu sér úrræði bankans að skuldir eru færðar niður í 100% af eignarverði gegn því að eigendur félagsins legðu til aukið eigið fé. Það kemur þó ekki fram í ársreikningi félagsins þar sem segir að eigið fé þess sé neikvætt 500 milljónir. Það vekur athygli að Skinney Þinganes, móðurfélag Nónu, greiddi arð til eigenda sinna sem nam 640 milljónum króna árið 2008, ári áður en dótturfélagið fékk afskrifaðar 2600 milljónir. Hagnaður Skinneyjar samstæðunar árið 2009 var 3,6 milljarðar, en þar inni reiknaður hagnaður Nónu upp á fyrrgreinda 2 milljarða, en fyrrgreind afskrift vegur þar þungt.